Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir á menningarlegar nótur því að núna á sunnudaginn 12. september er Eyfirski safnadagurinn og það stendur mikið til af því tilefni. Og hingað til mín eru þau komin Steinunn María Sveinsdóttir, safnstjóri Flugsafns Íslands og Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins á Akureyri. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Kærar þakkir. Það verður mikið dýrðir í tilefni Eyfirska safnadagsins og hvar á maður að byrja í þessum lista? Það bara pínu erfitt að segja til sko. Það er vissulega mikið að vera. Það eru í sjálfur 15 staðir sem maður getur heimsótt og afar fjölbreytt, þannig að fólk verður svolítið bara að finna hvað það hefur áhuga á eða kannski líka bara prófa að fara á staði sem hefur aldrei farið áður og sjá hvað að vera. Þetta svo tilboðið gengur svolítið út á það að koma í heimsókn, sjá hvað að vera og svona upplifa. Já, einmitt. Þannig að fólk hefur kannski meiri áhuga en það ætti von á svona hlutum sem þetta getur komið verulega óvart, ekki satt? Jú, það gerir það. Þetta er náttúrulega nær alveg frá Siglufirði og bara að Grenivík. Þú getur bara tekið allan fjörðinn eins og hann leggur sig í sjálfu sér. Já. Og þetta er eins og Halli segir, þetta eru 15 staðir, 12 söfn sem að taka þátt. Og safnaflóran hérna í Eyjafirði er náttúrulega mjög rík, hún er mjög fjölbreytt. Þetta er ekki bara, eins og maður segir, hefðbundin byggðasöfn eða eitthvað slíkt, þetta er líka mjög svona, þetta eru setur og sýningar afmörkuð efni líka. Þannig að og kannski eitthvað svona sem að fólk þarf kannski að fara svolítið út fyrir áhugasviðið sitt, eins og Halli segir líka, að prófa eitthvað nýtt. Ég held að það sé bara upplagt. Já, við hvetjum svolítið fólk til þess. Og Eyfirski safnadagurinn eru auðvitað að hugsa svolítið þannig að við erum að bjóða heimamönnum, landsmönnum í heimsókn, kynna þeim söfnin. Því einhvern veginn hafa söfnin orðið svolítið svona, að fólk kannski hefur þær hugmyndir að við séum svolítið meira bara laða til okkar erlenda ferðamenn. Við séum svolítið bara svona ferðaþjónustu fyrirtæki sem að við erum auðvitað ekki í grunninn. Við erum hluti af ferðaþjónustunni. En við erum til fyrir samfélagið. Við erum að varðveita menningararfinn og við erum að miðla honum til almennings. Og við viljum opna söfnin og bjóða fólki í heimsókn og bara sýna þeim alla þessa grósku sem er hérna í söfninum. Já, einmitt. Og það kemur fólki einmitt örugglega ofta óvart hvað það er mikil og rík saga og söfnin náttúrulega kjörin vettvangur til þess að komast í beina svona snertingu eða tæri við það. Já, ég meina bara ef við tökum svona, ef við taka stikkprufur hérna við Eyjafjörðinn. Já, ég meina þú getur farið allt frá að skoða leikfangasafn í það að skoða útgerðarminjasafn eða þú getur, það er hérna svo listasafnið eða ljóðasetur á Siglufirði eða hælið Kristnesi. Algjörlega. Og þetta er svo fjölbreytt og safn er ekki bara safn. Það er alveg þannig. Svo er líka fólki hættir stundum til þess að hugsa ég er búinn að koma, ég er búinn að sjá þetta. En það er aldrei þannig þú sérð alltaf eitthvað nýtt. Þú sérð það bara öðruvísi daginn sem þú kemur núna heldur þú sást þegar þú komst síðast. Það er ýmislegt sem kannski fer fram hjá fólki að þú bara ert upplifir það bara öðruvísi í hvert skipti sem þú kemur. Já, og svo þetta mörg söfn eins og listasafnið og þið á Minjasafninu sem skiptið út sýningum reglulega og söfnin taka breytingum náttúrulega með tímanum. Já, gera það. Og það er náttúrulega líka við höfum leiðilt að halda Eyfirska safnadaginn á sumardaginn 1. Það hefur svona verið hefðin. Svo datt það út í fyrra, því það var mjög erfitt að halda viðburði í fyrra og þannig að við mistum hann úr. En núna höfum við svolítið verið að fóta okkur í þessu hvenær við ættum að halda hann, þannig að við getum opnað dyrnar og boðið fólki og við höfum ekki vilja gera fyrir okkur finnst það svona nokkuð örugt og þessar takmarkanir leyfðu það. Þannig að nú höldum við hann að hausti til. Og það eru ekki skylda fyrir söfnin að vera með einhver sérstaka viðburði, en það eru nokkur söfn sem að fara þá leið og þá er hausti svona svolítið, svona kannski þema hjá sumum. Aðrir bjóða upp á sérsýningar og svo eru sumir sem að bjóða ekkert endilega upp á eitthvað sérstakt þannig, heldur láta safnið líka bara standa fyrir sínu. Það eins og að segja, það eru alltaf einhverjar breytingar, söfnin eru aldrei eins og þú komst örugglega síðast. Ég held að sé alltaf einhver breyting. Það bætist alltaf eitthvað við, eitthvað fer og annað kemur í staðinn. Söfnin eru síbreytileg, það er alltaf skemmtilegt að koma, Já. Og að gera bara fara sem víðast. Akkúrat. Og getur fólk einhvers staðar séð yfirlit yfir þá svona viðburði sem verða í boði?
Já, sko, við erum með hérna safnaklasi Eyjafjarðar sem er svona okkar samvinnu vettvangur því við eigum mikil samvinnu söfnin hérna í Eyjafirði, ekki bara Akureyri afsakið, Eyjafirði. Það er sérst söfn og sýningar við Eyjafjörð, það er okkar Facebook síða og það er hægt að sjá þetta, en síðan eru söfnin líka bara dugleg sjálf að miðla þessu. Já. Og við þetta bara þökkum Norðurósku kærlega fyrir stuðninginn því að það sem mestu kostnaðurinn liggur í hjá okkur er að kynna þetta fyrir almenningi og til þess hlutum við styrk frá þeim. Já, frábært að koma þessu frábæra starföldu á framfæri og þeir eru að það ekki skildar fyrir það, styðja við það. Já, en svo líka kannski bendum við líka fólki á það, þetta eru 15 staðir sem hægt er að heimsækja og það er mismunandi opnunartími á söfnunum. Þannig að það er í rauninni hægt að heimsækja söfnanir svona held frá 11 til 5. Það er hægt. Og sum eru opin allan þann tíma, önnur eru opin kannski aðeins styttra og við bara hvetjum það fólk líka til þess að kynna sér það. Og kannski hægt að skipuleggja svolítið túrinn eftir því. Þannig að það sé hægt að ná sér flestu. Algjörlega. Svo er það náttúrulega líka bara heimilið sjálfur sér að verða hjá söfnunum. Það eru bara samfélagsmiðlarnir og heimasíðarnir sem er náttúrulega við nýttum mjög mikið í þessu ástandi til þess að miðla efninu bara á annan hátt, sko. Þannig að það er ágætt líka bara að fylgjast með okkur þar og sjá hvaða efni er að koma þar í reglulega. Einmitt. Það er kannski hæpið að þetta eru 15 staðir, að maður nái þeim öllum á einum degi, sko. Það þarf mjög einbeittan samnavilja til þess að ná öllum. Já. En það væri örugglega hægt. Það væri kannski hægt. Við ættum kannski að veita verðlaun fyrir þann sem er öllum 15. Sem að leggur í það. Við erum með svona ólískort, nánast, eins og svolítið, getur merkt við. Þetta klippa á öllum stöðum. En svo er sko spurning hversu mikið þú nær að sjá af hverju safni. Já. Ef þú ætlar að fara á alla 15 staðina. Við mælum frekar með söfn sem svona eins konar núvitundarstað. Þannig að þú nær aðeins svona upplifa og svona meðtaka. Þetta er ekki endilega að skoða allt. Nei, bara. Sérstaklega þeir eru ókeypis. Já. Svona skoða eitthvað sem vekur áhuga og upplifun. Og svo kannski bara færi svo á næsta stað. Já, einmitt. Því að við söfn eru líka varanlega stofnanir þannig að þú getur komið aftur seinna, sko. Við erum ekki að hætta á morgun. Nei, það er ekki skammtímaverkefni að varðveita menningararfinn. Það er ekki svoleiðis. En fólk skoðar söfn með mismunandi gleraugum, getum við sagt. Fólk sér ekki endilega sama. Þannig að þau eru svo fjölbreytileg og maður fær fólk oft á safni sem sér alltaf eitthvað nýtt. Fastagesti sem reka augun alltaf í eitthvað sem þau hafa kannski ekki séð áður en það hefur verið þar í mjög langan tíma. Þannig að þetta er svolítið kannski bara hvað hugarfar þú kemur með, hversu langa tíma þú hefur. Með hverjum þú ert. Með hverjum þú ert, já. Og þetta er auðvitað bara upplagt fyrir vinahópa, fyrir fjölskyldur, fyrir að fara saman og bara eiga góðan dag í Eyjafirðinum. Já, ég vona sannarlega að fólk nýti sér þetta frábæra tækifæri og geri einmitt það núna á sunnudaginn, 12. september og heimsæki eins mörg söfn og þau mögulega geta í tilefni dagsins. Bara kæra þakki fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu og gangi ykkur vel. Takk kærlega, vertu velkomin í söfnin. Takk.